Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú komið að því að fara í leikhús. Ég var sendur í Borgarleikhúsið, þetta heitir Litlasviðið. Það sýning sem að byrjaði í Tjarnarbíói, heitir Óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar. Og fjallar fótbolta en mest held ég karla. Hingað eru komnir þeir sem voru upp á sviðinu. Það Sveinn Ólafur Gunnarsson, leikari, Valdimar Guðmundsson, söngvari og eftirherma, Ólafur Ásgeirsson og Albert Halldórsson. Verið velkomnir. Takk. Þetta náttúrulega leikrit karlmennsku. Í svona öngstræti. Eða bara verið að hæðast að körlum vegna þess að það eini hópurinn sem má hæðast af í dag. Svolítið þannig. Já, það algjörlega þannig. Og það líka... Þeir eru allir þannig típur. Já, maður veit það líka. Maður, þú veist, hvað kallað? Maður hefur umboð til að gera grín að sjálfum sér. Þú veist, það allavega... Það þema dagsins, já. Ég hef umboð til að gera grín að sjálfum mér og ég áhugamaður knattspyrnu. Ég karlmaður, þannig að absolutt. Þú speglar því í persónunni svo leikur? Já, ég taldi mig sjálfur vera að leika algjöran fávita. Svo kom konan mín sem við erum allir. Og svo kom konan mín á frumsýningu og sagði, já, mér finnst ekkert að vera langt frá þér. Þið hinni, þetta svolítið þannig, eða ekki? Jú, við erum svolítið svona stutt frá okkur. Grínútgáfa eitthvað sjálfan. Já, en við erum svona svolítið að skoða bara hvernig það að vera karlmaður og hvernig karlmenn geta tjáð tilfinningar sínar innan aðra karlmenn og fótboltinn eiginlega eins og afsökun til þess. Og knattspyrna áhorf svona vettvangur þar sem að það hægt að hlæja og gráta og allt á milli, skilur. Ef að maður vill vera góður vinur einhvers sem hefur lent í einhverju vanda, þá fer maður með honum á völlin. Endilega. Hrópar eitthvað inn á völlin og fylgja sér við í ísbúðulegin heim og hver annars að ræða nokkuð tíman þar sem að vandamáli var. Þín, þarf aldrei að tala hlutina. Það bara... það svona? Ein af hugmyndunum var auðvitað að það var eitt að tjá tilfinningar sínar í gegnum þriðja aðila sem fótboltinn og skjárinn, þú veist hvað sem það og fá útrás fyrir öllu þessu innibyrða. Á þess að tala actually málefni eða hvaða væri sem var að plaga þig og þá hægt að ná nándinu með því að fagna markinu eða heftinni út með því að þú veist að lenda undir og allt það var eina grunn hugmyndunum. Þetta svona eða þetta svona sem að við höfum kannski nokkur áratugi bara, ég veit ekki, frá Homer Simpson hort á kalla svona. Erum við svona? Karlmenn? Já. Ég meina það ekkert hægt að alhæfa greinilega alla karlmenn að þeir séu svona en þetta karlakúltúrinn. Það kannski svolítið tengt við fótbolta áhorf að karlmenn séu eitthvað í þessa áttina. Þetta svona ákveðin, hvað maður að segja, ákveðin kimi sem svolítið stór og fyrir stakkandi. Er það ekki? Hvað tók gaman? Það fyrir því? 48. Ég 63. Mér finnst með svona kynslóður sem koma eftir mér, kannski því og þar fyrir það. Séu svolítið, hafa tekið svolítið úrlingaherbergi með sér út. Það álega við fólk minni kynsla sem alltaf að hlusta á Bítlana og eitthvað svona. Þess að maður að fara með úrlingaherbergi með sér út í lífið. Það orðið svolítið fyrirferða mikið í lífi margra kalla. Já, algjörlega. Við erum að skoða, þú veist, svolítið eitur samskipti, við erum að gera það og það þetta bitur þarna undir þegar, þú veist, Benni, nýji kærasti, minnar fyrirverandi, að það þetta strax mikill núningur og skapast svona einhvers konar, já, það eru átökin í verkjunni í rauninni. Það ekki glaður að vera kokkalaður. Nei. Og já, þetta ákveðin flóttaleg, fótbolti flótti, þetta afþreying og ég fann það til dæmis á mér hérna í runnu þegar ég var alveg trilltur og að bara missa vitið þá bara, ég bara fer á fótbolti.net sko og ég bara hættur, ég get ekki ég fer bara inn í hina hliðarveröldina minn. Við skjól. Já. Safe space. En haldið þetta svolítið, ég sá einhvern tíma fyrir mörgum árum ég held að það verið fyrir 12 árum eitthvað þá held ég að verið einhver svona economist eða eitthvað
það sem var tekið saman sko verslun með það sem við getum kallað svona kalladót. Það svona móturhjól, golfsett, útigrill, það náttúrulega útigrill eitthvað sem kallin á. Við veist allir þegar maður séð mann á móturhjóli og þannig að hann hafi stíið upp á útigrillið og keyrt út úr garðinum. Það er svona eiginlega næsta skrefið sem að kallin fer. Og allt þetta og hérna snjósleðar og allt þetta kalladót. Sko vöxturinn í sölu á því þetta er bara mesta búm í efnahagslífsins sko. Þetta vex sko 17 hraðar en Kína sem er bara til þess að fylla upp í þörf kalsins til þess að leika sér og að fara inn í skjól og þurfi ekki að vera inn í hinum heiminum. Já. Og það er annað sem er líka fólk átt svo í sambandi við þessar markaðshugmynd og markaðshlutdeild eru snyrtivörur og annað fyrir kallmenn þetta er nýja trendi og nýja möguleiki markaðslega snyrtivörur og hérna hvað það er fyrir kallmenn við erum ekki búin að pæla í þessu bara óplægur akur. Það er ógeðslega fyndið að horfa á enska boltan hérna bara helgar og svo kemur hálfleikur og fylgjast með auglýsingunum sem að koma hann í hálfleik. Hvað er auglýst? Það er auglýst hérna vinnubuxur, heitir pottar, hérna vinnuliftur, þetta er allt svona, þetta er mjög oft tengt einhver ákveðin starfstétt, svona verkamenn sem að eru þarna að slaka á helgi og horfa á fótboltaleik og svo er þeir bara, já, þeir eru að tala við arma og panta vinnuliftu. Og svo þetta bjór og matur sko. En það segir að sko markhópurinn er að horfa á þetta en hann er ekki að horfa á annað sko. Hann er nærðunum þarna. Þetta er eina sem hann er áhuga á. Hann er eiginlega svona að drifta út úr því sem við getum kallað. Og það er líka eitt af þessu stóra sem við vorum að skoða er að fótbolti er sameiginlegt áhugamál svo ótrúlega margra karlmanna. Þarna geturðu tengt við hvaða karlmann sem er eiginlega. Já, hvað sem er í heiminum við hvaða félagslegu aðstæði sem er. Við læknin eða í fjölskyldubúðinu eða hvað það er. Eins og þú varst að segja okkur áðan að þú hélst með West Ham þegar þú varst lítill. Það er eitthvað svona small talk sem við erum að eiga hérna og eina sem við erum að segja er eitthvað nafn á okkur liði. En við erum svona að tengjast, eða skilur við hvað að fara? Já, ég er bara leigubílstjóri í Ghana, þá fórum við að tala saman um fótbolta. Það er bara opið alls þar, opið umræðinni. Algjörlega. En hvað er þetta sem er að stilla svo svolítið upp? Þetta er svolítið veiki kallar. Þetta er ekki hetjur. Nei, þetta eru fíklar. Þetta eru fíklar. Það er bara mjög veikir. Við erum hugsað þannig, já. og svo svona ómur á aðstandendum fíklana sem að standa auðvitað við veröldina samt. Já, ég meina það er auðvitað verið að sýna á sviði mjög breska karlmenn og vonandi er hægt að læra af þeim. Já, þetta er ekki dellu hugmyndi á ykkur, ég heyrði það alveg á salnum sko. Þegar salur vissi nákvæmlega hvað var að gerast. Já, þetta er kunnulegt held ég, örugglega, þú veist. Gaman að horfa á salinn vegna þess að mann er í kringu sig og þetta eru ekki að rífa áhorfendur af öðrum sýningum, sýnist mér. Þetta vera sumuleyti sérstakur hópur sem kemur líka. Já, miðakaupendur eru að mestu leyti karlmenn sem eru mjög óalgengt í leikhúsi og eiginlega bara sést ekki. Nei, ég held að það bara aldrei gerst áður að meiri hluta miðakaupenda hafi verið karlmenn. Já, leikhúsi myndi loka ef ekki væri fyrst og fremst fyrir konur kannski svona rúmlega miðum aldri. Já, sem halda menningarlífinu gangandi. Algjörlega, bara konur 50 pluss bara halda uppi menningarlífu í Íslandi og eru hlæðast þær í heiminum. Og svo dragaði menninu sína og bara vonandi líka þeim. En á okkar sýningu þá hafa komið svona hópar af karlmönnum saman og svo mörg dæmið þess að sko kallinn kemur aftur en þá með konuna sína til að sýna henni. Sýna henni hvað? Bara þetta er skemmtilegt, skilur. Ég er ekki einn. Já, það kemur stundum svona, Jesús minn, ég sagði þessa setningu áðan. Það er komið frá áhörundu. Svo var við til þess að sýna hérna miðvikudag í síðustu viku og það var undanúrslitaleikur í meistaradeild og það var alveg 3 símar á lofti sko, af einhverjum köllum sem voru að horfa á leikinn á meðan þeir voru á sýningunni. Þeir voru að horfa á fótbolta, þannig að þú veist, það er rosalega óljós mörk oft frá sko, leikhús og raunveruleika þarna inn í þessum sal sko. Það sem að vera með þessar fótboltafíkla sem er að koma á sýningu fótboltafíkla. Og mér skemmtilegt að vera þarna vegna þess að áhorfendur skemmtu sér vel, það var mikið hlegið og svona stemming í salnum sko.
Takk fyrir það. Herðu, en mér langar að tala þetta með kallana, því ég enda með svona marga kalla hérna. Hvað segir þú, Valdimar? Þú nú... Ég kallmaður, jú. Já, þú kallmaður að þú syngur sko hérna svona innri rödd kallsins sem að þessir kallar myndi ekki hleypa út hérna fyrir framann. Já. Þannig að... Jú. Á það til, sko. Já. Og hvað... Það er svona veröld kallsins, sko. Já, ef maður svona... Það er oft auðvelt að tjá tilfinningar sinni í söng einhvern veginn og maður svona dramatíserar einhverjar tilfinningar og syngur þær, sko. Og einmitt eitthvað sem ég myndi kannski ekki í daglegu tali fara eitthvað að ræða við mína vini sko. En þú þegir líka á vellinum þegar þú ferð. Hvað segirðu? Þú þegir líka á vellinum þegar þú ferð með vinnuðinum. Ég þegi? Maður svona kallar aðeins kannski bara einu á vellin bara. Ef eitthvað er að gerast á vellinum þá kallar maður, sko. En þú syngur nú í sýningunni? Já. Og þar kemur inn svona, það er sérstök músík sem er svona fótboltamúsík, eða ekki? Það kallamúsík. Já, það er svona ákveðin tegund kannski, já. Og ég við kannski byrjum sýninguna á svona einhverju mjög svona karlalegum söngu sem er svona lýsið í hvað ég er svona einhvers konar hvað er ég þarna? Ég er eitthvað svona sögumannssöngur svona í anda Jack Black eitthvað svona, það er svolítið svona verið að setja upp sögusviðið með hjálp söngs og það er svona algjört no-no í bæði bíó og leikhúsi að kalla það segja og sína. En þar hann gerir við það hann segir okkur hvað við erum að horfa á komískan hátt og íktan hátt svipar hlutverk og kúrikinn í Big Lebowski já, svolítið þannig það var eiginlega með þess að soundið var eiginlega það maður bara næstu heyrði kúrikahattinn að syngja þetta en svo syngur svona fótboltalag hann líka hvað lítið slag var það? Bruce Springsteen í lokin Springsteen í lokin það er nú eins strák og hugsaskittur já, og svo er nú fótboltalag sem að Óli byrjar að syngja og syng síðan með honum Tony Marshall sem er lag leikmann Manchester United syngi það svona saman, sko það er ekkert beint svona fótboltalag sem ég syng þannig Jú, Áfram Ísland líka já, áfram tek það eigna mér það flotið og svo syngur lag eftir Bríeti já, svo Bríeti, já það er frekar óvænt já, það er svona Þannig horfum við þig á fótbolta? Já. Og hvað horfum við mikið? Ég horf svona, einu sinni í viku. Einu sinni í viku, það er hóttur ekki? Svona, þú veist, ekki oftar en 2 kannski í viku, já. Ég horfi svona kannski á minnstakosti 3 leiki á viku. Já. Sem að þýðir þá hvað, 5? Já, svona þegar sko, svo oft er þetta sko partur úr leik og svona hluti úr leik og svo er það líka eitthvað svona þættir fótbolta og svona podcast og það er enski helgar ekki? Jú Meistaradeildin í miðri viku Já, jú Íslenska deildin? Já, alveg á og til Var það góð helgi eða laugadagur og sunnudagsleikir? Er það sko Ég hef náttúrulega ekki alltaf tíma til að gera þetta en stundum er maður að laumast í símanum og horfa á þetta líka tækninýjungarnar Horfum mikið? Ég töluvert minna en áður, sko ég kannski tek svona einn leikur í mánuði eða eitthvað en ég er rosa mikið eða meira að horfa bara á körfuboltan svona NBA og íslenska boltan og mínu menn voru nót út bara nýlega Keflavík, sko en ég er svona mest því svona óvirkur eiginlega fótboltafíkil, sko Horfum mikið? Já, ég er mjög virkur. Ég heit Sveinn Ólafur, ég er fótboltavíkil. Patrik Já. Og en það finna er að ég horf mikið, ég hef ekki tölu á leikjónum, en ég get ekki hort á mitt eigið lið. Það gerist eftir við töfum móti Burnley fyrir 2 leiktíðum. Það er mikið fyrir mig. Þannig ég fylgist bara með textalýsingunni að Everton. Það er bara ég ger það fjölskyldum minni vegna að horfa ekki á Everton. Þú hefði ekki valið þér auðvelt lið heldur? Nei. Það er margt sárt og fáir sigrar og engin... Það er þetta búið að ganga ágætlega síðustu En já, eins og ég sagði ráðan, þú veist, ég réði börnunum mínum alfær frá því að halda með Everton. Hvað manstu sitt í? Það er fínlið. En hvað er þetta með fótboltana?
hérna hvað, hérna fagru, hvað er þetta að kalla það, fagra íþrótt, hvað er þetta, hérna fagra, Jú. eitthvað námskóta sluðis. Hvað er þetta, ákveður hefur þetta svona mikið aðdróttarafl? Fyrir mig? Bara fyrir heiminn, það er hérna, það er óheyrilegum tíma sem er varið í að fylgjast með þessu. Það er náttúrulega, Hver er fegurðin í það er verið að sýna manni hérna, í hverju viku leiki þar sem að eru leikmenn sem eru bara bestir í heiminum í að gera þetta. Svo getur þú bara sjálfur prófa að sparka í bolta út á grassi og þetta er ekkert auðvelt þannig, skilur við. Þetta eru rosalega hæfileikar sem þessi menn búa yfir og það trekkir að og þetta eru rosalega skemmtilega viðrögnir, oft mjög dramatískt sjónvarpsefni. Kannski líka svolítið spennufík. Já, spennandi, mjög spennandi. En dramatíkin er svolítið svona hæg í þessu. Þetta er ekki mörg, ég meina, körfuboltinn býður upp á meiri sveiflur. Já, amerísku fótbolti býður upp á miklu meiri svona sveiflur hérna fram og tilbaka. Sko. Það er sérstaklega áberandi þegar maður er að horfa á handboltan, íslenska landsliði handbolta. Maður situr á handboltan og það eru 30 mörk á korteri. Svo fer maður að horfa á fótbolta og það er mjög hægt, en svo dregst maður inn í leikinn og mín upplifun er ekki svo að fótbolti sé hægur. Allavega ekki sá fótbolti sem ég er að horfa á. Það er svona, ef eitthvað kæmi óvanur að þessu, þá er þarna dramatík sem að sá myndi ekki sjá. Þannig það er eins og sé svona eitthvað svona seigfljótandi, er það ekki? Stundum virðist að vera að maður er að sjá liðið fara að ná yfirhöndinni. En svo reyndar ef það gerist ekki á korteri að þá missir liðið þróttinn og það fekk ekki velun. Eitt af það sem er svo fallið til fótboltan nefnt, að einhver liði getur verið miklu betra liðið kannski í langan tíma, en það er ekki að skora, svo kannski kemur einhver maður að pota inn einu marki og vinna leikinn. Þetta er svona underdog dæmi líka. Sko. Alltaf vonin að það geti gerst. Bara eins og íslenska landsliði hérna 2016-18. Við náðum einhvern veginn að draga lið niður á okkar level, eins og sagt. Eyðileggja fótboltan. Eyðileggja fótboltan með því að snerta hann ekki. Okkur tókst það. Bakka bara. Löng innköst. Ég man eftir því, þegar ég var barn og unglingur, þegar ég var að horfa á fótbolta, þá svona hafði ég mjög litla þolinmæði fyrir að horfa á það. Bróður minn var mikið að horfa á þetta, ég var eitthvað að reyna að horfa á þetta með honum og ég náði kannski að horfa á svona 10 mínútur korter af þessum 90 mínútum og þá voru eitthvað spennandi að gerast. Svo svona í seinni tíð þá byrjaði ég svona að spila einhverju svona fótboltaleiki í tölvunni, Football Manager eða FIFA. Þá svona náði ég svona að skilja sko leikinn betur og með því að skilja leikinn betur þá hefur þetta athygli mína í 90 mínútur pluss. Þannig ég held að það sé svona ef þú skilur þennan leik þá heldur þetta athygliðinni fullkomlega. Og meira það, sogar þið bara inn. Já, sko, ég meina fólk horfir alltaf í mörkin, sem bestu fótboltaleiki sem ég hef hort á eru 0-0 leikir. Það er mjög dramatískir og spennandi leikir bara og svo stundur stórkostlega varnir og bara svona nauðvarnir og annað. En svo er þetta líka bara félagslegt, ekki bara að horfa, líka bara eins og ég komið á nýja staði þegar ég var barn. Þá bara, tók ég annarkvort boltan undir hendina og fór út á völl og þá bara var ég búin að stimpla inn. Ef ég var að koma til og með svo Seyðisfjörð þar sem ég var til að reykja, þá bara, ég kom inn og fer út á völl. Og við allir að Svenni mættur að segja eða þá ekki ég sé merkilög ekki skil mig þannig ég skil ekki þannig Svenni mættur að segja með mýtir boltan þetta fór illa en bara að stimpla maður sér félagslega ég fór ekkert annað, ég fór þangað af því að það var allt sem að það er svona líka rætt sem er svona safe space-ið að þetta sé bara örugg félagsleg tenging. Já, þú þarft ekki að spjalla þú ferði í gegnum leikinn. Öllum með ljóskari reglunar eru. Já. Það er ekki að gera það til kröfutími í svona mikla persónulega kröfutími. Nei, það er bara skipt í liðið og höldum áfram. Eða ef illa fer, það er kosið í lið. Já. Það er alltaf svolítið erfitt. Það fer að vera svona. Mér fannst það aldrei gaman. Nei, síðastur eftir í markinu sko. Já, ef þið fótbolta og ég var alltaf eitthvað svona síðastur. Þetta er svona. En þessi tryggð,
ef að við þekktust og ég hefði farið jafn illa með þig eins og Everton hefði farið með þig, að þá væru bara búin að slíta tengsli við mig. Já, það er... Hvaða tryggð er þetta eiginlega? Hann væri að fylgjast með þér í textalýsingu. Fylgjast með þér á Twitter. Það væri blokkað á Facebook. Við erum ennþá vinir en ég vil ekki að syni mínir verða vinir. Þetta er ekki eðlilega tryggð, sko. Nei, þetta er eitthvað, þú veist, og svo verður maður að sína... Akkur treystur þeim sem að fer illa með þig? Þetta er auðvitað sko einhver dramasökker sko og að halda tryggð og úthald sko, og fara í gegnum djúpa dalinn með liðinu sínu og allt þetta. En það eru, þú veist, liðið er alltaf að reyna sitt besta. Liðið er ekki að reyna að valda þér vonbrigðum. Ekki vísvitandi. Ekki vísvitandi. það er bara ákveðnar forsendur sem að gera það að verkum að liðinu gengur illa. Já. Já, en það er eitthvað takkur samt fyrir hvað maður getur verið vongóðu lengi. Ég tekið úr pólitíkinni, það er margir sem voru vongóðu með VFG en flestir að þeir eru að gefast upp í dag. Búin að skipta lið. Já. En það skiptir enginn, hafið það ekki eitthvað sem hefur skipt fótboltalið? Senni. Ég er að reyna. Jó, þetta er að reyna. Ég er búin að reyna. Það gengur ekkert. Það skiptir þú lið? Nei, ekki ég sjálfur, ég bara vinur minn gerði það. Hann hélt með United ákvað svo að fara að halda með Blackpool. Þegar þeir voru í Champions League-deildinni, svo komast þeir upp deild, þá hélt hann miklu frekar með Blackpool en United og bara skipti það bara lið. Blackpool. Já, sem er dottin núna niður í bara fyrstu deild eða eitthvað, ég man ekki hvað þeir eru núna. Þið haldið bara með United eða Liverpool eða eitthvað? Liverpool. United. Ég og Óli fórum á leik, 2 leiki. Liverpool-leiki daginn og Liverpool töpuðu báðum leikjum. Þetta er fyrst skipti sem ég hef farið á Anfield sko. Fyrst var þetta bara geggjað, ég sá þú veist alla þessa gaura sem ég alltaf horfa á í sjónvarpinu mínu bara þarna eru þeir og bara stemningin á vellinum og svo bara þú veist, búm, 3-0. Já, við sáum einn mjög slaganleik. Við sáum mjög slaganleik og en það var í rauninni bara besti staður til að... En ættu þið ekki að fara að horfa á United og Liverpool saman eða? Hafið þið gert það? Já, við sætla minningar vorum hérna á American Bar í fyrra þegar Liverpool vann 7-0. Rosalega. Það var rosalega sko. Reivaldi. Fyrir mig, já. En svo er það eitt, það er allt annað. Það er að fara á völlin. Það er sko sturlun og vera hluti af 20.000 sem er að fagna sama hlutinu eða syrkja sama hlutin. Það er bara ólýsanleg tilfinning að vera hluti af svona múæsing. Líka ótrúlegt þarna, við vorum þarna í síðasta mánuði og það var mínútu þögn en á 60.000 manna velli er rosalegt sko. Það er rosalegt sko. Ég fór á West Ham Manchester United laugardaginn í vikunni sem að Josh Besto þá var klappað í 1 mínútu. Mér finnst það frábærlega sniðugt og gaman að taka þátt í því. Því allir voru bara þakkonu fyrir það sem að hafði gefið. En það er rétt að fara á vellin að ég fer ekki mikið á vellin en ég man til þess að ég sá Chelsea þegar Eiður var og ég fattaði bara á vellinum hvaða maðurinn var ógeðslega góður sko. Því að hann kom inn á svona tæplega 60 mínútur inn og það maður bara sá áhrifin sem hann hafði á allan völlin sko. Sko áhrifasvæði hans var bara svo svona rúmlega hálfur völlurinn. Ótrúlega var maðurinn góður þegar hann var upp á sitt besta. Já, frábær. Þannig að maður sér fótboltan öðruvísi á vellinum heldur en þegar búið að klippa hann fyrir mann og það ekki? Jú. Maður sér þetta til dæmis núna með Gylfa, hann er komin í íslenska boltan. Þú veist bara allt sem hann gerir er einhvern veginn, hefur góður áhrif á alla í kringum hann. Já, þessi þarna, hann hreyfir sig öðruvísi út af því. Já, hann kemst ofar upp á völlina því að það kemur góð sending, góð móttaka, skilur. Þetta hefur allt, og það er kannski líka hluti af því sem við erum að skoða líka, þegar við erum að horfa á fótbolta. Þú veist, það er ekki bara einmitt eins og Svenni að segja mörkin, það er líka bara allar aksjónir, bara alveg niður í... Já, þetta er í rauninni fyrir mér alltaf bara besta leikur sem ég horfa á oft. Já, það finnst mér að fallegt venna, þessi seigfljótandi dramatík sem er þarna undir. Já, og þú veist augnableikin og að gefa sig 100% í augnableiki sem er það sama á leikari gerir á sviði. Þú vera algjörlega committed í þessa tæklingu. Já. Ok, þannig að þú verður að vera með fulla athygli að þetta horfa.
og má ekki vanverða hlutverk sitt sem árandi. Nei, sko já, svo það þetta geðviki, en ég held að ég hafi áhrif á leikinn þegar ég horfi. Þannig að ég að gaspra út á kant, taka hlaupi, stúkuna, þetta sturlun, en ég trúi því innilega, ekki núna þegar ég að segja það, en þegar ég horfi þá trúi ég hef áhrif á leikinn. Fólk trúir því að stúkan sé 12. maðurinn og allt það. Þegar við Óli vorum þetta í Liverpool á þessum tveimur Þú vilt halda á að tala þetta. Þá svona, ég hugsaði alveg í svona 10 sekúndur bara á vellinum bara, þú veist, þegar við vorum að tapa 3-0 að, þú veist, kannski er ég bara eitthvað óhappa hérna. Já. Við kannski bara að fara. Já, verða að fórna þig fyrir hópinn. Ég hugsaði líka Albert. Já, en það fylgir svo líka að ef þú heldur með Liverpool að þá þeir einstaklega í nöp við United, eða ekki? Jú, mikill ríkur þar á milli. Ég þekkti einu mann sem sagði, sko, ég elska KR en ég held ég hati Val meira. Einmitt. Þetta til, þetta já, algjörlega. Og að halda að geti persónulega greint fólk eftir með hvaða fótboltalegum það heldur, það þetta þannig. Þetta írsk hugmyndafræði hef ég heyrt að vilja að nágranninn sem í skítnum heldur en þú sér treinn. Það ríkt í fótbolta, sko. Já. Það maður getur alveg séð fyrir sér mann sem að fagnar meira þegar uppáhaldsanstæðingurinn niðurlegur. Ég mitt, sko, ég fór á leik Everton Arsenal á Goodison í Liverpool og það var allt trillt við unnum leikinn 3-0 og besti leikurinn þá í 7 ár sem við höfum spilað. Svo fór ég á barinn og þá var verið að horfa á West Ham Liverpool og fögnuðurinn þegar Everton skoraði var ekkert í líkingu við það þegar West Ham skoraði gegn Liverpool. Það trilltist allt. Það var svo mikið svona, já, þórðargleði. Þú ert að spila Gunnar Smára eins og litla fiðlu. West Ham að vinna Liverpool. En þetta er eitthvað sem þú átt ekki að vera að æfa. Þessi tilfinning, sko. Þetta er eitthvað sem maður ætti að forðast. Já, maður ætti kannski ekki að hnyklaða hana við það. Nei. Og það er margt í fótboltanum sem maður ætti ekki að vera kannski að... Já, þetta er svona svolítið eitraðar tilfinningar. Mjög. Þórðargleðin. Já. Og svona, já, svona anduð gagnvart dómaranum og hinum í liðinu. Já. Svo er annar skóli sem segir að það sé einmitt gott að fá útrás fyrir þessum eitruðu tilfinningum inn í einhverju svona vernduð umhverfi. Ég veit það ekki. Og þá kannski er það ólíklegri til að dúkka upp á yfirborðið í öðrum aðstæðum. Já, en það er misjátt, það er ekki englendingar sem segja það að fótbolti sé gentleman sport fyrir hooligans, en rúbí sé hooligans sport fyrir gentleman. Að svo í rúbíinu þá eru áhörðurinn miklu síðari heldur en þið, drengir mínir. Það er ekki alveg, þetta er náttúrulega bara einhver kultúr sem byggist og náttúrulega margt í kringu fótbolt, þannig það er bara hryllilegt. Já, sko, svo svona í seinni tíð hefur fótboltinn orðið miklu meiri posh íþrótt, skiljur við, þú veist þarna, þú til dæmis með eitthvað Aston Villa, það sem að Prins William er bara alltaf á vellinum og þú veist, þetta er svona Tom Hanks daginn og svona, þú veist, þetta er svona ég held að það eru miklu meiri túrismi við fundum líka fyrir því þegar við fórum á Anfield, það er rosalega mikil túrismi í kringum þetta. Endanum á eigi ekki venjulegir fótboltaáhuga menn efna á miðunum, sko. Þetta mun enda þar. Sem er sorglegt. Þau talaði mitt það, þú veist, eins og Anfield, það sé bara fullt af Skandinavíum og Asíubúum. Já, og líka Arsenal hérna á Emirates, það er svo mikið svoleiðis. Þú veist, það er líka bara Íslendingar á hverju minnsta leik, skilur. Sem að vera yfirleikir öfulega leikinn með að vera það. Það er bara eins og borgin að verða, þetta er eins og gentrification sem að verður. Ég var í New York hérna fyrir tæpu ári og hérna það sem að til dæmis eins og East Village og Lower East Side sem voru svona svolítið vilt, þetta er orðið svo gelt að það bara maður getur bara setið þarna á horni og grátið bara yfir, sko, þetta er ekki menning lengur, þetta er bara risastór fríöfn og leiðindi, sko. Já. Þú veist, og er það ekki bara eðlilegt líka að svona, þú veist, kjarnar færast til og
þú veist, er ekki svona aðalhöppið núna í Brooklyn eða Jú, kannski fyrir lengur síðan sko. Já, síðan kannski 2000 eða eitthvað. En mena, þetta er svolítið sorglegt sko ef að þeir sem eiga peningin geta komið og keypt allt sem að góða sem að hinn eru búið til. Algjörlega. Og það er eitt í þessu náttúrulega með fótboltann sem að maður gæti fyrst hausinn yfir stundum sko. Hvernig er hægt að halda með einhverju liði sem að einhverjir sko Radcliffe á? Hvaða tengingu hafið þið við hennar Radcliffe? Nei, mitt. Þetta er auðvitað orðin leikvöldu milljarðamæningar núna og það er auðvitað þannig og þetta er bara svolítið keisarinn sem sittur upp í VIP-stúkunni. Það er alveg rétt. Þetta er ekki mikið, ekki nema bara einstakar liðin svo Dortmund og svona sem er bara í, þú veist, áhangvenda. Og mennindi ganga kaupum og sölum. Það er sjaldgæfara að við séum. Þetta er svona gladiatora system. Þegar Kane fór til Bayern München er líka svona síðasta svona sem einhver hafði investerað í liðinu sínu. Já. Annars er það talið vera normal hegðun að fara bara í það lið sem að vinna titla. Já. Ég veit ekki hvort það hefði verið klappað svona mikið fyrir George Best ef að George Best hefði verið í 4 klúbbum. Nei. Nei, en Harry Kane fer nú til félaga og með þá grílu yfir sig að hann vinnur ekki titil með hann innanbúið. Bölvun sína á Bayern München. Hann er líku þér. Hann er líka þér að alveg svona bölvu. Óheila kráka. Herðu, en sko leikriti fjallar ekkert við fótbolta. Ég er svona tala við fótbolta núna. Af því að ég sá annað verk í sama sal, Fúsa. Og þá er í Fúsa kemur og þá eru leikin atriði úr sjónvarpsseríum og fleira. Og ég var svona gaman að horfa á það vegna þess að þar og þess að já, djúvel er þetta merkilegt þau taka bara sko raunveruleikana úr hliðarveruleikanum og hann er bara stillt upp nákvæmlega, hann er sama upplifun eins og við verðum fyrir í lífinu. Endurleiknar minningar. Já, endurleiknar minningar, hvort sem maður eru sko þess að maður sá í sjónvarpinu eða minningin mömmu eða eitthvað. Þannig að þetta er sett svona saman. Það sem er ekki hjá ykkur af því að sko fótboltinn er þarna og hann er svona til hliðar sko. Fótboltinn er ekki mikið inn í sýningunni raunverulega sko. Já, hann er náttúrulega í textalýsingum, skiljur við. Þannig að við ímyndum okkur fótboltann. Fótboltinn er einhvern veginn, ég talaði nokkra þetta, að þeir sjá alveg fyrir sér leikinn, af því að, þú veist, lýsingarnar sjá til þess. Þú veist, þú getur verið að hlusta á lýsingu á fótboltaleik og þú getur séð fyrir þér það sem er í gangi. Þú sér til dæmis að eins og í átökunum milli Benna og Dotta, þegar hann komast að framhjá að haldi konuna sinnar að þá er samt alltaf fótboltaleikur sem trompar. Það er miklu dramatískara heldur en að konan hans hafi verið að halda framhjá hann hver staðan er í leiknum og hvort það sé að fara að skora. Þannig að það er spoiler alert. Þetta er algjörlega aðgreindir heimur. Það er engin leið til þess að ykkur haldi það að það sem hann sá í leiknum myndi hjálpa honum í þeim átökum sem hann á í lífinu. Það er ekkert sem að þú tekur út úr fótboltanum sem að nýtist þér nema bara sem áhorfandi fótbolta og að hitta þessa kalla og tala við á fótbolta og... Er það að tala almennt eða í heimiverksins? Bæði í heimiverksins og almennt. Ég held þetta sé svona haldið aldrei að því að það sé Þetta nýtist mann ekki á neitt hátt. Hvað gæti það verið? Alltaf að fara að því fram að gera það. Varst að leita. Þú varst að leita einum rögg. Þetta er tímasón. Þetta er bara 100% tímasón. Já, já. En það sem maður er að stilla þessi stundir og þá verður spurningin er ekki bara ganga hreint til vers og stilla þessi aldur? Þegar stórt er Þegar stórt er við getum það gert það saman allir. Já, sko sumir stunda hugleiðslu eða fara í dáleiðslu eða fara í sunda eitthvað svona. Ég fer í svona meditative state þegar ég horfa á fótbolta, þannig græna flöt og sjá þannan og svo kemur betri tilbaka. Ekki alltaf. En jú, fótboltaleikur getur haft rosalega góð áhrif á daginn manns. Maður sér góðan fótboltaleik, liðið manns vinnur og maður bara er á bleiku skýi og fer út og þú veist, það er náttúrulega hræðilegt þegar illa gengur þá á móti en ég er ósammála því að hafi ekki nein áhrif, skilur við, það er alltaf eitthvað. Þú kannski lærir ekki eitthvað glænýtt en þú getur kannski þú veist, þú ert að og ég segi ykkur eitt sem ég hef lært að fótbolta
að ég var ritstjórið í Englanda og þá var maður að búa til ritstjórnir og ritstjórnir þarf að vera heild, það er ekki nóg að taka bara hellinga góða fólki, þú þarf að búa til hóp sem að virkar og mér sýndi Ferguson raða sínu liði þannig upp að hann með svona þriðjungin næstu í svona oldtimers, menn með mikla reynslu, mikið minni, hafa lent í ýmsu. Þriðji eru menn sem eru komnir bara að fara að blómstra, það eru þeir sem að munu gera allt sem að máli skiptir og þriðji eru menn sem eru með minni reynslu og til þess að gangi upp í blönduninni að þá til þessi miðjunni, ef þeir hefðu ekki nýliðina með sér að þá hefðu þeir ekki neina til þess að líta upp til sín og þá væru þeir eiginlega í of asnalegri félagslegri stöðu eða þau væru bara með oldtimerna og þeir kannski lenti í því, kannski hefur lenti í leikhúsinu, við setur allt með einhverju gömlu leikurum og þá er þetta endalust bara eitthvað kallagróp og leiðindi, getur verið leiðilegt og það er fínt að hafa svona jafnari blöndu. Þetta lærði ég að fóta. Já. Og þetta held ég að sé, ég bara alla mína ritstjórnir voru búin til svona Alex Ferguson. Það þú lært bara hellinga fótbolta. Já, en það er rétt, og það þarf að hugsa dýnamík. Já, það er nefnilega hópur. Já, og það er hópurinn og það er mismunandi, það getur ekki allir, þú getur ekki sett bara 11 skapandi leikminn inn á, þú verður að hafa vinnurhrossið, þú verður að hafa þennan áræðanlega og þú verður að hafa þennan töframanninn og þú verður að hugsa í dýnamík og í reynslu og líka í karakter mér sér og í karakterum, já, og það er einmitt það sem er bestu eins og Ferguson og Klopp og skoða bara fyrst, það er það sem er að horfa í karakter, félagslega þátti, hvernig eru þeir í hóp og það finnst mér að vera fegurinn í fótboltanum að liði getur orðið miklu betra heldur einstaklingarnir saman og svo gerist það líka öfugt þú getur hort á lið sem er bara skítlilegt, þetta sé frábæra leikmenn og það er, og maður er ofta átt að segja á þessu, það er ekki einfalt svar yfir það hvað gerist Nei. Þegar liðið lyfta sér Þetta er mjög merkilegt og þú veist að kaupa, eins og Chelsea kaupi núna bara urmul af stjörnum en það verður engin heild og hún er ekki til og, en svo mótast það kannski mögulega en það er aldrei ávísun á að það er ekki ávísun á allar þessar stjörnur og það sé eitthvað saman sem er ekki á árangur, alls ekki og svo getur verið eins og áföllin erfist það eru lið eins og enska landslið það þolir illa mótlæti eins og bara leið og gerist eitthvað þá hugsa að nú er að byrjað og íslenska landslið getur verið þannig slæmikaflin, já það var einmitt gert leikrit þetta þú búin að skipta alla leikmennina en samt er þessi sál eftir já, það var gert leikrit þetta í Englandi sem heitir Dear England fjallar Gareth Southgate og hans baráttu til að reisa enska landsliði við þá lítur íslenska landslið að vera persóna í leikritinu líklegast minnst eitthvað á íslenska landsliði en ég hef ekki séð þetta leikrit já, einmitt það var mjög þetta stærsta niðurlægingarstund í enska landsliðsins rosalegu punktur en já, einhver hlutu vegna þá skiptir eins og þú segir saga og hefð máli í þessu sem og öðru að þó að Manchester City séu bara vinni bara að vild þá er samt svona eiga þessi svona lið sem þeir tapa eiginlega alltaf í strögglu við þótt að þau séu bara í botnbaráttu þá er einhver svona hefð fyrir því að þeir í baráttu erfitt með ég man ekki Crystal Palace eða það er eitthvað svona það er bara alltaf erfitt með það og það er bara sögulegt en svo er svo merkilt með íslenska landslið eins og þetta gullaldar lið okkar að það bara breyttist allt í unni hefðin bara gerðist eitthvað við erum bara allir komin á storm og það er bara orðin breytt stækkaði sjálfströst underdogsins allt í talda sig geta gert eitthvað það er bara ótrúlegt að íslenska landsliði hafa komist á stórmót það er rosalegt þú veist mér hefði ekki órað fyrir því þegar ég var lítill Herðu þetta er fjallar karlmennsku myndi ég segja þetta leikrit og það er ekki dregin upp glæsileg mynd af körlum og karlar er svolítið í vandræðum ég var að hugsa hérna á leiðinni upp yfir að að þjóðast að tala núna til þess að fara inn í svona safe space við fótboltans þess að út úr þá raunveruleikunum sem ég veit ekki hvað er og leikritið er að sömuleyti það að þessir menn er ekki góðir í lífinu og ég var að velta því að ég kem á svona sjómannafjölskyldum þar sem að sjómanninni voru meira og minna borð eitthvað staðar með siglingum og í einhverju svona lífi í einhverju messum og í svona karlaheimum og þegar þeir komu að þá voru þeir eiginlega svona eins og gestir á heimilinu
allt sterka fólkið í minni ætti eru konundar sem heldur svolítið saman. Kallandi voru svolítið svona fríræters í lífinu, raunverulega, en áttu bara sitt örugga. Ég var svolítið velta fyrir að því að við svolítið verið að tala það, því kannast við að kallanir eru, þeir eru horfnir út úr menntun og þeir eru dropout og svo þekkja margir bara af eigin reynslu svona úlingin sem að byttu, hann orðin komin yfir 30 og hann ennþá fastur í úlingaherbygginu og þetta líka að draga úlingaherbyggji með sér þetta ekki alveg fullorðin samskipti að vera að horfa á fótbolta og drekka bjór. Þetta eitthvað, þú ættir eiginlega hættir þessu svona 30 Þannig að annars þetta eitthvað kannski kallanir hafa bara alltaf verið þarna eða að þeir séu einhvern veginn ráði ekki einhvern veginn við lífið þegar að konunnar mega taka þátt. Það voru heldur góðir þegar konunnar voru bara settar heim svona upp úr 20 í badningnir. Þá áttu við heiminn en svo þurftu að fara að keppa við konunnar. Allir pabbi hafi ekki þurft að keppa við kannski 15% konunum á vinnumarkaði, ég kannski 50%. Sonur minn kannski 100% og þetta bara allt annar sess í samfélaginu og þá hleypum maður bara inn og vælir og horfum á fótbolta. Já, en sammála en leikár og brauð eru þetta ekki nýtt konsept eða ný hugmynd í samfélagi mannsins. Þannig að þetta eitthvað sem að, fólk verður að hafa eitthvað að hverfa frá eftir vinnuvikuna. Þannig að þetta það. Leikar og brauð. Já, en kallandir í sýningunni eru ekki sleipir í lífinu, Myndirðu segja það? Nei. Þeir mættu vera aðeins meira vakandi. Þeir skilja ekki eins og sjálfa sig. Þeir skilja ekki eins og hvað þeim þeir fyrir bestu. Þeir skilja ekki tilfinningar sínar. Það ekki tilfinningarlega þroskaðir. Þeir taka, það svona grunnstefi í þessu þessi dramatíska ákvörðun að þeir taka fótbolta, velja alltaf fótbolta umfram allt annað. Allar ákvarðanir eru unni rangar. Það er svo alkim. Já, þess vegna tölum við þessum fíkla og aðstandendur að þó þetta sé þetta á yfirborðinu og allir tengi við þetta, að þá þetta mjög dramatísk frásögn þó þetta sé gaman leikrit. Þetta saga af fík og og meiri sé velur persóna mín fótbolta fram yfir fjölskylduna sína sem þetta mjög dramatísk ákvörðun. Og hann hefur eiginlega gert það þegar að leikritið byrjar. Já. Stendur með þeirri ákvörðun. Já. Það hafa kallar gert malið vinnuna fyrir fram yfir fjölskylduna. Algjörlega. Malið allan ánskotan fram yfir fjölskylduna. Já. Það eiginlega bara tildulega nýkomið að það sé í kallagúttunum að negi að velja fjölskylduna fyrst. Já. En þetta líka svona fíkladæmi og eitthvað svona kvíða líka, ef maður finnur fyrir einhverju kvíða þá sækir maður í eitthvað sem maður þekkir og við kannski sækjum í það sem við þekkjum sem það bara fótbolti, við vitum ekki alveg hvernig úrslitinn verða en við vitum samt að liðið okkar er að spila hér og þannig að okkur líður þó vel í þeim aðstæðum og við vitum svona nokkurn veginn við hverjum við að búast. Þetta er svo einfaldur heimur og einfald samskipti að 5 ára ræðu við það. Já, en ef við erum kannski með fjölskyldun okkar, þá vitum við ekki alveg hvort að við séum að fara eitthvað rifrildi við maka okkar eða hvort að barnið okkar sé fara að meiða sig eða eitthvað. Þetta er athvarf. Þetta er athvarf. Karla Dagvistur í karla Afþreying svona, já. Athvarf fyrir kvíðasjúklinga. Kallar hafa alltaf verið svona, muni ekki eftir svona skellinöðru drengjum. Mótorsmiðum var búin til í kringu það að eiginlega eina leiðin til þess að ná ungum drengjum að glapstugum er að setja undir á skellinöðru af því að þeir fyttuðu ekki alveg inn í samfélagi sem var. Þannig að það hafa verið alltaf svona einhver bílskursböndin voru þannig, eins og var hljómsveitir voru bara gallasport í bílskurum. Já, en eins og þú sagðir áðan að því að við erum að tala um karlmennsku og karlmaðurinn er í endur skilgreiningu eins og tölfræðin segir okkur að við erum mestu droppaðin og öllu námi, bara menntunin er að breytast svona kynjalega sér bara mjög hratt sjálfsmorðstíðni karlmanna, ungra karlmanna og hann er bara mjög há, mun herri í samanburði við
konur og í sambandi við geðsjúkdóma og bara mörg tölfræði sem bara alls ekki í hag karlmanna. Lifaskemur og bara, já, þannig að þetta eitthvað sem að þarf alveg að skoða og rannsaka og við erum ekki kannski að sýna leiðina, við erum að skoða hvernig þetta þannig að við erum ekki að sýna lausn, þetta ekki málefnið sem að ég er ekki hrifinn af því. Þetta rauninni sýnidæmi. Já, þetta sýnidæmi hversu illa komið fyrir okkur. Já, kannski verða að skoða það, já. Á þess að sýna einhvers konar lausn eða. Þannig að við sittum hérna að finnkalla, verðum við ekki að gera eitthvað í þessu ef köllunum... Þetta brennur á mér. Afvegalitir eitthvað neginn. Þetta brennur á mér. Finnst ykkur það? Kallakultúru sé ykkur þrótti svona? Nú það sprettur síðan upp sko, svo maður að horfa á podcast og svona, þá kemur bara eitthvað svona incel-kultúr að allt í einu komin einhver rosaleg svona kvennfyrirlitning og konur bara að vera heima og kallarnir að vera skaffarar og skrúum bara tilbaka, getur ekki haft bara 1950 þegar ég hafði eitthvað sess í þessu samfélagi og ég næri ekki að vera að keppa þessar konur og ég vil bara... Það er þetta ógulegt að heyra þetta bara, þetta fer svo hratt sko, þetta svo rakett. Já, það er ógulegt. Já. Ég var ekki bara að tala um fótbolta. Það er miklu einfaldara. En jú, algjörlega, þetta er alveg spúkið að sjá þetta og hjá ungum mönnum sem eru jafnvel fyrirmyndir sem fara að tala svona bara eins og það sé 1950 það er bara ógulegt sjá. Bara, við vorum ekki komin eitthvað. Herðu, en þetta leikrit byrjaði í Tjarnarbíónu, þannig þetta er svona, hvað heitir það? Frjálsasennan eða? Sjálfstæða sennan. Og þeir komið þar. Þú ert nú í annars konar verkum í atvinnuleikhúsunum. Já. Ég fer þar sem að þjónustu minnar óskar. En þetta fer síðan upp í Borgarleikhús. Og hvað er það? Akkur er þetta ekki bara áfram í Borgarleikhúsinu? Tjarnarbíó. Tjarnarbíó fyrir sig. Já, það voru nokkri þættir sem spiluðu inn í það og þú veist, meðal annars barneignir og tími. Og okkur var útluta frekar gott slott þannig ári eftir að við frumsýndum og bara meikaði bara sens og svo er rosalega gott að komast líka á aðeins svona betri Borgarleikhúsið hefur bara meiri aðgang að áhorfendum og getur auglýst auðveldar og það er bílastæði. Aðalega það sko. En Valdimar, þú ert ekki leikari? Nei. Já, svona, kannski. Þetta er nú þriðja leikritir sem ég tek þátt í, sko. Og þið skamin að þessu, það var náttúrulega augljóst. Já, mjög skemmtilegt, sko. Ég er alltaf þarna, já, svona, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt að taka þátt í svona leikritir. Og þú leikur sjálfa þig eins og John Markovits í myndinni hans? Nákvæmlega eins og hann, já. Það skýrir þetta kannski Being Valdimar. Já, þetta er svolítið þannig, já. Þetta er svona, já, þetta er svolítið svona bjöguð útgáfa af sjálfum mér og ömmiti og svolítið að hæðast af sjálfum mér og svona myndin af mér einhvern veginn. Og ferð með eftirhermur? Jú. Misgóðar kannski? Já. Misvondar kannski. Og þú veist gaman að þessu? Það er mjög skemmtilegt, sko. Það er ótrúlega gaman að detta inn í það svona aðeins öðruvísi, feeling, sko, heldur en tónlistina, sko. Og það er bara búið til í kringum hæfileika þína inn í verkinu? Já, svolítið, ég meina, þetta með eftirhermurna, það svolítið var bara út af því að ég var svona, Kemur frá okkur sönnum stað. Kemur frá svona, já, smá sönnum stað, svona sem við vorum í ferðalagi ferðalagi norður til þess að skrifa verkið þá var ég kannski að segja sögur af einhverju fólki og var svona hermið eftir þeim og þá var alltaf svona nokkur svona, já, hún er þannig svona allt í lagi, eða svona, nokkuð góður í þessu þetta það svolítið svona inn í verkið að minn draumur síðan var það eftirherma og það er gaman að svona einmitt, þannig að það kemur smá frá einhverjum raunverulegum stað, sko, og það sé kannski ekki beint. Og er það þinn draumur? Er búið að planta þið inn? Já, nei, ekki beint, sko. Mér finnst gaman að gantast og það er mjög skemmtilegt að fá tækifæri til þess í þessu verki, sko. Það getur verið stórhættulegt að heyra svona að þjóðum í leikhúsinu að maður sem heyrði það hann gæti orðið konungur Skotlands og það bara festist í heilanum á hann. Já. Og endaði illa.
Það er erfitt að planta svona, þið verður að fara varlega að vera að segja hansi góð eftir ég er mikið ég er á jörðinni með þetta. Það eru margir sem að fengi það. Var þetta ekki góð fórseti? Það er hættulegt að ruglast á sólarljósinu og sviðsljósinu. Já, nákvæmlega. Herðu strákar, gaman að fá okkur hingað að tala þessa sýningu, kannski mest fótbolta og karlmennsku. Sveinn, Valdimar, Ólafur og Albert, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.